Sem sagt, já. E1, 2, 3 og 4, er það N1, 2, 3 og 4 á myndinni? Já, það er akkurat. Það er ekki rétt hér á tengimyndinni. Þannig að B1 á að vera hérna í staðinn fyrir N1. Það er rétt. Það er bara, við erum farin að nota meira svona nándaskynjara sem merkta með B. Það var bara lengi vel að N var notað sem nándaskynjarar. Það var ekkert annað tiltækt sérstaklega. En svo var B eiginlega ofan á og þá erum við farin að færa okkur yfir það. En ég áttaði mikið á því að skipta þessu hérna út. En þannig að þá er sem sagt, tengiskráin, hún er miðað við B, miðað við myndina þetta fyrir ofan og þá hérna verðum við bara að tengja þetta frá N1 og svo framvegis inn á innganga 1 til 4 og síðan S1 yfir í 5 og S2 yfir í 6 það er stopprófin, hann er normally closed og svo tengjum við sem sagt, Q1 í K1 og Q2 í K2 og sem sagt, við fáum bandið í gang ef að engin hlutur er við B4 þá myndum við vera með bara snertuð frá sem að væri þá E4 og við þyrftum að vera með neitun í því að ef að kemur hlutur á þá rýfur það rásina það sé þrýst á start og það sé hlutur við B1 og þá fer band í gang hérna M1 og svo þegar það kemur að hluturinn kemur að B2 að þá ræsist seinna bandið M2 fer í gang og þegar við komum að B3 þá á fyrra bandið að stoppa svo heldur hluturinn áfram hérna og þegar hann kemur að B4 að þá stoppar seinna bandið var ekki textinn þannig við sjá þegar hluturinn fer fram hjá B2 ræsist band 2 já og þegar hluturinn fer fram hjá B2 stöðast B1 já það passar og þegar hluturinn kemur að B4 stöðast band 2 og það á að vera hægt að stöðva bandin hvenær sem er með stopprófanum S2 og en við þyrftum já í rauninni setjum þetta ekkert í gang aftur kannski band 1 nema bara að koma sem sagt einhverjum nýjum hlut eða hlutnum aftur við B1 og ræsa aftur og eins með seinna-bandið þá getum við ræst seinna-bandið með B2 ef það stoppar einhvers staðar á miðjunni og með gaumljósin H1 og H2 þá getum við haft gaumljósin hérna í tengimynd þess vegna bara hliðtengt hérna við útgangana ok, það er kannski pláss fyrir Q3 og Q4 fyrir gaumljós, það er svo sem allt í lagi að setja það líka ef við þurfum ekki að nota það þurfum við nokkuð að hafa fleiri útganga þetta er bara K1 og K2 já, það er eitt ljós í viðbót jú þannig að vegna þess að við erum ekki með nógu marga útganga þá er langsniðugast að tengja gaumljósin við segurófana eða spólurnar í segurófanum sem sagt H1 við K1 sem sagt spóluna og H2 tengist við K2 spóluna og H3 myndi þá vera hérna í lokin en það er kannski ekki beðið það hérna að jú það stendur hérna H3 sýnir að hluturinn standi við B4 þannig að þegar hluturinn komið við B4 þá á H3 að koma inn og þá getum við sett H3 við útganginn hérna Q3 því að H1 og H2
eru sem sagt H1 við sama á Q1 og H2 er á Q2 og H3 er þá Q3. Þannig myndum við bara ganga frá því í raunveruleikanum. Þannig að þá erum við með nógu marga útganga. Þessi gaumljós taka svo lítinn straum, það gerir ekki til að hliðtengja þið við segulspólurnar. En þá er bara verkefnið að setja þetta inn í stigarit. Og við getum í rauninni þá er þetta ekkert mjög flókin rás þannig að við getum unnið beint á ytri útganga. Ef við skellum þessu hérna út í og fáum hérna stigaritið, þá þurfum við sem sagt 3 þætti hérna til þess að mótorinn komi inn. Sem sagt að Q1 komi inn. Getum við sett Q1, þá helst hann inni. Og við erum með B1 sem að væri tengdur inn á E1. Þá setjum við E1 hérna fyrst. Síðan er það þrýstirofi sem við startið. Það er á E5 var það ekki, jú. E5. Það er bara þrýstirofi hérna sem kemur þar. Svo má ekki vera neitt hlutur við endan B4. Hvað er E5? Það er, já, endilega að skrá hérna strax komment. Þetta er startrofin. Start S1 og við sjáum það hérna í töflunni. Hérna sjáum við sem sagt B1, E1, E2, 3, 4, 5 og 6 og sem sagt E5 er S1, það er þrýstirofi start. Getur þú súma? Já, ég skal stækka það. Við, sjá, svona, úps, svona, þetta er skára. Ok. Og þá setjum við sem sagt, því að B4 I4 og það má ekki vera hlutur þar, þá verður að setja neitun á þann skynjara í stigaritinu. Ok, þá er það með streiki fyrir ofan og þá höfum við neitun hér. Okay. Bandið er þá komið í gang og S-ið það heldur Q1 inni, set. Og það keyrir að B2, þá átti seinna bandið að fara í gang. Hvað gerum við þá? Fáum hérna frá, já, frá I2, venjulegur I2, normally open, og nú er að gera að fara að merkja þetta allt saman. Það er ómögulegt að hafa þetta sem allt sé merkt. Þetta er B2 og I1 er náttúrulega B1 og svo I4 er B4 svona, náttúrulega. Þannig, sko nú er spurning, sko, hvort að við ættum að hafa eitthvað skilyrði, það er ekki tekið fram í textanum. Ef að væri beðið eitthvað skilyrði fyrir því að bandið kæmist inn, þannig að væri ekki nóg að kæmi einhver bara og myndi virkja skynjaran hérna bara ganni sínu við B2 og þá færi band 2 í gang. Það væri samt sem áður gott ef þetta myndi stoppast einhvers staðar á leiðinni að væri hægt að ræsa band 2 með því að virkja B2. Þannig að sko við gætum sett skilyrði fyrir því að band 2 kæmi inn með því að band 1 væri komið í gang, að væri í gangi. Þá gætum við sett snertu úr Q1 hérna, en það er ekki beðið það og það er út af þessu hérna kannski ekkert æskilegt að það sé skilyrði.
því að ef að allt væri stoppað þá gætum við ekki sett setnabandið í gang ef að hlutur er stattur á setnabandinu, þá gætum við ekki sett það í gang ef við myndum reyna að virkja B2 því að þá þyrfti Q1 að vera líka inni. Já, þá þyrftum við að setja fyrra bandið líka í gang, en ok, það væri hægt. En það er ekki beðið með það í textanum, en þetta er bara möguleiki. Setjum við bara setna bandið í gang, sett á Q2 hérna, og já, þetta ég á eftir að merkja útgangana líka. Þetta er þá band, ég ekki bara segja þetta sé band 2. Getur sett M2, það er eitthvað lítið M inn í þessu, en hérna, já, kemur ágætlega út svona. Hérna setjum við líka band 1, M1. Og þá er setnabandið komið í gang og hluturinn kemur hérna að fyrra bandinu og fer yfir á setnabandið og virkjar B3. Og hvað á B3 að gera? Þá setjum við hérna E3, hann er normally open og hann á að taka út fyrra bandið. Hvernig förum við að því? Bara reset á Q1, þá fer fyrra bandið út. Ok, þá er fyrra bandið farið út og hluturinn heldur áfram hérna og endar hérna á B4 og þá á seinna bandið að detta út. Ok, ég átti eftir að merkja hérna E3, ok, þetta er þá B3. Og síðan kemur það á E4 hérna sem er B4 passar og þá á setnabandið að stoppa og þá ger ég það nákvæmlega eins. Reset á Q2. En hvernig set ég inn stopp á allt saman? Og hvernig er stopprófinn? Við sjáum stopprófinn teiknaðan hérna sem normally closed rofa. Hann gefur alltaf stanslausan straum inn á inngang 6. Og ef hann gefur stanslausan straum inn á inngang 6, að ef við myndum hafa hann bara venjulegan hérna í 6, ef við setjum hann svona, að þá myndi hann alltaf vera með reset á allt hérna á bæði Q1 og Q2. En nú snúum við með neitun merkinu við. Þetta er öryggisatrið, ef að vírinn fær úr sambandi hérna við S2 að þá stoppar allt saman eða við getum ekki sett í gang. Við verðum að hafa tenginguna hérna í lagi og geta stoppað þetta. Þannig viljum við hafa þetta og þá getum við stoppað þegar við ætlum að stoppa. Og eina sem að hugsanlega gæti klikka að væri ef að þessi snerta myndi einhvern veginn alveg festast saman, en það er nú mjög ólíklegt. Þá þurfum við að grípa til neyðarstöðunar. En ok, þetta er stopp fyrir bæði Q1 og Q2 og þá höfum við auka reset á Q1 hérna og samsvarandi reset á Q2 og tengjum það svona saman. Og þetta er rauninni bara allt á sumt og sem sagt að klára að gera tengimyndina. Vil ég að ég sýni hérna þetta, ok, ég ætla að setja þetta í gang og hérna, getum gert þetta. Nú förum við að stilla rofana. Gera það áður við setjum þetta í gang og þá er það þannig að núna hef ég verið að nota áður í einhverjum stigaritum sem sagt startrófa og stopprófa á 1 og 2 sem sagt, en núna eru af á sem sagt, já B1, B2, B3 og 4 þeir verða bara
þetta er bara normally open rofar sem að eru svona lengst til hægri, dálkurinn lengst til hægri, normally open og af á rofi. En I5, það er ræsihnappur, það er þrýstirofi, hann er í dálki 2 hérna og stopprofinn, hann er normally closed, hann er hérna lengst til vinstri í þessu. Þannig myndum við stilla þetta. Er nokkuð fleiri rofar? Ég held ekki. Þarna allir í 1, 2, 3 og 4, þeir eru í dálkinu lengst til hægri. Þá getum við ráðið því hvernig þeir eru inni og hvernig þeir eru úti. En svo hefur við bara þrýstirofa fyrir start, það er I5 og stopprofan I6. Svo smellum við á OK til að þetta taki gildi og setjum í gang. Svona, sjáum við hérna stöðun á þessu, ég kannski náttúrulega minnka þetta. En OK, ég sjáum það í rauninni allt gerast hérna. Við ræsum þegar, sko ef það væri einhver hlutar hérna við fjarkan. Og já, nú man ég á eftir að setja einn útgang fyrir gömljós H3 og hérna ég get bætt því við en á að vera hlutur við B1 og hann er komin hérna og ræsirofinn hann á að hann er I5 hérna og ég ætla að reyna að ræsa þetta núna og það gengur ekkert vegna þess að það er hlutur hérna við B4. Við ætlum að taka hlutin í burtu svona, þá ætti þetta að komast í gang. Þrýsti aftur á startrófan, þá fer hann í gang, en hann fær bara einn púls til þess að komast í gang. Þið sjáu ekki þessa rauðu línu áfram hérna, heldur er ljósið komið hérna á Q1. Sýn það að band 1 er í gangi. Og það gengur. Og hlutur kemur að B2. Já, það kemur frá þegar það eru að slökkva á í einum og kemur að B2 sem er í 2 hérna og þá fer band 2 í gang og svo fer hluturinn frá og það helst í gangi. Við sjáum það á ljósinu hérna. Það er ennþá inni og þá er band 2 komið og svo eru komin að B3 og þá slekkur það á fyrra bandinu. Þá fer Q1 fer út. Ljósið fer út og síðan heldur hluturinn áfram á seinna bandinu og keyrir að E4 og þar slekkur það á seinna bandinu en þar átti það jafnframt að kvikna á gaumljósi H3 sem að sýnar að hluturinn standi við B4. Því gleymdi ég hérna áðan. Ok, við erum fljótir að laga það. Þá hérna fer ég bara hérna og bæti við með því að ég ætla að losa mig við þetta hérna fyrst og á hægri smelli ég hérna og segi Add Circuit Connection. Ok, þannig að þegar við erum komin með straum hérna frá B4 þá tengjum við út á gaumljósið H3 og það er bara Q3 sem að kemur inn og það er bara venjulegur útgangur því að þegar við tökum af þá fer það aftur út Q3 og ég íti á enter til þess að losna við þetta svo tengi ég þetta upp og þá ætti þetta að virka alveg eðlilega. Er þetta H3? Já, þá merki ég það hérna. En H1 og 2? Þeir koma bara í tengimyndina vegna þess að ég er ekki með nógu marga. Ég ætla að hafa þetta bara stórt H. Ég held að þetta hafi verið hérna mistök hérna að vera með lítið H, eða ég veit það ekki. En mér finnst að þetta ætti að vera stórt H. Minni að ég sé það. Og þá hérna
við erum búin að ræða það að við setjum sem sagt H1 inn á K1 sem sagt spóluna inn á Q1 og H2 við Q2 og síðan H3 kemur á Q3. Það tengist bara hér. Þannig að þá bara fínt að laga tengimyndina. Já, það er svo stórt. Sjá. Tekið bara þetta hérna, fer með þetta inn í Paint. Setja það þar inn, þá hef ég tákmyndir af öllu sem ég þarf fyrir gaumljósin og allt sem að ég þarf á að halda. Og það sem ég get gert hérna alveg í byrjun, það er bara hreinlega að búa til aðeins meira pláss. Ég vel alla þessa rofa og skynjara hérna og alveg hérna fyrir framann pluss 24 voltinn og svo hérna hækka ég þetta bara beint upp með örvalykli og ég get farið með þetta, já þetta er í rauninni alveg nóg. Það hlýtur að vera nóg og þá laga ég bara línuna hérna frá pluss og það þarf kannski ekki að vera alveg svona sver, svona. Þá er þetta í lagi, 24 voltinn og þá er þetta tengið allt saman inn og við getum tekið þess að sagt afrit af gaumljósinu. Já, ég var ekki með rétt tæki í hendunum. Svona, select og ég geti valið hérna transparent kannski ef að það er betra. Svona. Tek bara kopið þessu og svo bara raða hérna gaumljósunum í kringum þetta. Og þetta verður H1 og H2 fyrir K1 og Q1 og H2 fyrir K1 og Q2. K2 og Q2 og svo er það síðasta ljósið, gaumljósið sem er H3. Hann kemur frá Q3. Það þarf ekki vera alveg svona stórt en sleppur alveg. Svo að þá myndum við bara tengja útgangana. Kannski aðeins fá þennan lit á línuna hérna svona. Já. Ok. Bara tengja þetta upp. Og þá ætlum ég að fá hérna svona. Tengi þetta bara út í hérna. Hlittengi í þetta. Hvernig gerði ég hvað? Hérna ljós sem þarna, það sem hérna K1 og K2 eru. Ég náði bara ég fór bara í select hérna og náði bara í eitt gaumljósið. Já. Bara copy paste. Það má aðeins minnka, það er allt í lagi. En núna bara tengi ég þetta þannig að við erum með gaumljósin H1 og H2 þegar að K1 og K2 eru inni og við tengjum þetta bara svona saman. Og svo kemur frá Q3 út á H3. Svo er hægt að velja þetta. Bara mun eftir að það er alltaf snerta hérna bakvið sko viðkomandi Q og útgang. Það er að fara með þess að trótt tengingunni þarna hægra megin. Ef þið þurfa að teikna þetta upp á prófi einhvern tímann, það bara mun eftir því.
síðan bara núllið myndi ég teikna blátt því að það er alltaf teikn með bláum lit hér á ljósin sko. Svona og þá eru útgangarnir eiginlega bara klárir nema að það verður skemmtilegra allavega að merkja. Já, nú er ég með bara hafa svart. Svona. Á geta að merkja þetta. Það er þetta einhvers staðar á þægilegan stað. Og merkja öll gömul ljósin. Einhvern veginn svona. Það var allir útgangarnir merktir inn á spólur í spólurófum og gömul ljós. Svo hvaða takk heitir til að láta hana fá, bara svona beina línu? Já, þá ýtir maður á shift, maður byrjar á línunni og dregur hana til og ýtir á shift þá verður hún bein eða fer í 45 gráðu halla. Ef maður sleppir shift-takkanum sko, þá fer hún að brotna, þá er hún ekki lengur svona. Og þá bara eftir að ganga frá, sem sagt, að ég get leiðrétt hérna með að þetta hérna er B. Í staðinn fyrir N. Bara svona til að halda því til haga. Og við notum núna B í þessu. Klifti kannski heldur mikið af þessu en ok. Þá fæ ég rétta merkingu alveg í samræmi við allt saman. Því sjálf sér þurfi ekki að gera það núna. Ég bara reyna að hafa þetta rétt í næsta skipti. Og sem sagt til þess að það verður ekki bara hvítt þarna í kringum B, þessi kassi, þá vitið þið að þarf að smella hérna á transparent selection. Þannig að maður sjái sem sagt línur og annað í gegn og þetta númer. Ef ég hef þetta ekki transparent, sjáu þið hvað gerist. Ef ég tek þetta hérna svona, þetta stórt. Já, ég eyðilagði hérna þristinn með því að breyta því hérna meðan ég var að færa þetta. Þá sjáu þið að kassin hann félur allt sem er á bakvið. En ef ég smelli á transparent hérna, þá get ég komið B-inu fyrir á eðlilegan stað. Svona. B4 hérna og þá get ég skrifað hérna B3 af því að ég eyðilagði þristinn.
Já, og þá er, já, spurning hvort ég næði þessu, nei, ég næði þessu ekki. Í þessu tilfelli hérna þá myndi ég þurfa að taka transparent af því að ég ætla að fela B-ið. Svona, þá skrifa ég yfir það. Þá er það komið svona. Þessi að þarf ég að laga línuna og allt hvað hérna. Já. Já, þetta er fína lagi. Þá er bara að tengja alla skynjarana. Við getum sagt að í miðjunni sé tengingin við 0 voltinn. Það er 0 voltinn hér. Það þarf ekki að tengja það þegar sýnt hérna hvað þetta á að tengjast, 0 volt. Og þá fer bara B1 inn á inngang 1 hérna og svo kollakoti 2 í 2 og 3 og svo framvegis. Og S1 kemur hún á 5 og S2 á 6. Og ég get hérna, sem sagt, þá er þetta allt í samræmi, tengiskráin og tengimyndin. Og þá vel ég línuna náttúrulega. Já, það er spurning hvort ég þarf ekki að hafa það lengra. Hér. Það munir miklu hérna. Já. Það sleppur svona einhvern veginn. Já, það er spurning maður að reyna að hitta. Svona, þetta ætla að koma. Svona, og þá höfum við pláss fyrir S2 inn á 6-una hérna. Kannski líka hægt að hafa einhvern annan lit í þessu, veit ekki, það var allt í lagi. Svona. Svona. Já, þetta var já, ég var með þennan lit, já, ok. Nú lendi ég smá vandræðum, kannski, nei, þetta sleppur svona. Svona sleppur þetta.
þess að þetta er nálægt hérna vírnum frá B1. En þetta gengur alveg upp svona. Þegar er búið að skapa meira pláss hérna, þá er aðeins rýmra línurnar. Og svo sjáum við kraftrásina hérna, þá er bara segulspóla K1, vinnur á segulrófa K1 sem tengir hérna strauminn 3 fasa spennu inn á mótor fyrir fyrra bandið og K2 tengir 3 fasa spennu inn á mótorinn fyrir band 2 eða mótor 2. Það er ekki sko allt upptengt í þessu verkefni. Við lærum meira það í segulega stýringaráfanganum að setjum allt svoleiðis inn á eins og snertur í yfirráðsvörninni. Þá kæmi það bara hérna inn á 7 og 8 og blúsinn kæmi þá í snertunar, inn á snertunar öðrum megin og síðan færi frá sitt hvori snertunni sem sagt inn á þessa 2 hérna, 7 og 8. Þannig það er með alltaf upplýsingar hvort að yfirráðsvörnin væri út eða ekki. Og þá væri hægt að hafa áhrif inn á stoppið. Og þá myndi það hliðtengjast við hérna E6. Þá kæmi hérna E7 og E8 líka normally closed. Hérna fyrir neðan, hliðtengt. Ef við myndum tengja líka snerturnar úr yfirálasvarnunum. En við hérna göngum þannig alveg frá öllu í segulega stýringaráfanganum. Núna erum við meira svona að byrja að læra hvernig við setjum upp stýringu. Þess vegna leggjum við meira áherslu á það núna. En gott að minnast strax á alla varnarbúnað og allt í leiðinni. Þá tek ég þessa mynd hérna og set hérna þá inn í verkefnið. Það er hér einhvers staðar og hérna kemur myndin inn í Word. Og þá ætti þetta að vera allt í samræmi við tengiskrána. Hér hef ég ekkert verið að lista upp sko F2, F4, þannig að við bíðum með að ganga frá slíku sem sagt yfiráðsvörnunum. En stýringin er þá komin núna og við skulum bara keyra hana einu sinni enn. Og samminga þetta hérna. Já, þó þetta er alveg nóg. Og við sjáum það að þessi hérna er inni einhverjum hluta vegna. Já. Nei, þetta er bara lægi svona. Ok. Sko, við þurfum að hafa hlut við B1 og það má ekki vera rætt við B4 og í ræsum. Og Q1 kemur inn, band 1 kemur inn. Og þá kemur hluturinn að B2 eða við þurfum munum eftir að taka hlutinn af B1 og þá slökkum við á E1 hér. Við meðum ekki halda á honum endalaust inni. Því að þá næðum við kannski ekki bandin út. Kemur að B2, þá kemur E2 inn og band 2 fer líka í gang. Svo fer hann frá B2 og kemur hann á B3 og stoppa fyrra bandið, svo fer hann frá B3 og að B4 og þá kemur inn gömljósið og stoppar seinna bandið. Þá erum við búin að ganga alveg frá stýringunni sem sagt. Svona. Svo er hægt að stoppa þetta hvenær sem er líka.
Það er hægt að stoppa þetta þegar band 1 er komið inn og þá er hægt að byrja aftur og eins er hægt að stoppa þetta þegar bæði böndin eru komin í gang og þá erum við bara að setja bæði aftur inn og B2 kemur inn og síðan ef að seinna bandið er bara í gangi þá getum við líka stoppað og já, B2 setti seinna bandið í gang og síðan er hluturinn að koma í 4, hann sleppur á seinna bandinu og setur gömljós inn. Ljómandi. Þetta er þá seinni hluti af heimaverkefni 3. Já, þetta var liður 3 í því heimaverkefni.